Ég ætla bara að biðja ykkur að reikna þetta allir þið getið, þið mér ekki með okkur. Þetta og næsta dæmi sem er hliðtengt, þetta eru þau dæmi sem standa oft mest í ykkur, í lífinu allu. Ég veit ekki nei, fyrir ekki, þetta er DCM. Þetta er DCM. Hér er DCM þokkar og þetta er svona grunnatriði. Þetta er svo bara eins og að vera læknar að mæla blóðþrýstinginn. Þetta er grunnatriði að geta fundið spennu við 2 viðnám eða viti hvað eru stór og viti spennuna hérna. Hér eru 18 volt og þetta hér er 250 ohm og þetta hérna er 400 ohm. Svona, og finnir spennuna hér og spennuna hér. Ég ætla að fara að bleita þetta tuskuna hjá mér á meðan. Spennan á útgáfsspennunni verið. Svona. Sko. Þannig að ég spyr hérna eru sem sagt 4 eða 5 spurningar í stafið hérna. Hvert er heildarviðnámið? Það er bara ný mynd hérna. Spennugjafi, 1 viðnám í staðis að 2. 400, 250, samanlögð 650 ohm hérna. Straumur í hér í, þið munið þrýtingin, U, I sinum R, svona, svona, svona. Finnum ið, deilum viðnámi upp í spennu. Straumur í hér er jafnt og U deilt með R. Og hér voru 18 volt yfir þetta eina viðnám hérna sem er sama á þessu 2 hér. Þessi þrengingar talaðar saman jafnt og ein svona þrenging. Þannig að straumurinn sem er hér er sama á straumurinn hér. Þetta er lykilatriði. Og þá er I hérna jafnt og 18 volt, I jafnt og 18 volt, þetta er 150 ohm. Og hvað, er eitthvað svo búið með þetta? Er eitthvað með strauminn? 18 deilt með 650, 0,027, 0,02769. Sjáðu, fyrstu 3 hér eru milli. Fyrstu 3 sætin hérna fyrir aftan komuna eru milli. Næstu 3 hér, eru mikró. Þetta er 27 milli. Hér er komma. 27,7, sem ég bara hækka út í 7 hérna. 27,7 milliampere. I hér, straumurinn, er 27,7 milliampere sem er jafnt og 0,027 ampere. Þetta verður að hafa alveg á hreinu. Þetta fáðu vélinn ykkar eða ef hún er stillt hjá ykkur á eitthvað í veldi. Og það er tatti margir ykkar með Casio-vélar, svona þunnar Casio-vélar. Það er tatti ykkur staðar hérna neðarlega á þessu hérna paneli hjá okkur. Og með svona, þetta er einsýnering og píla á honum og það getur hann, þá hoppar hann 3 sæti alltaf í einu. Þannig ef þið fáið í -4 eða eitthvað fyrir þess að -3, það getur ítt á hann og þá fáið þetta svona, án þess að vera í veldi. En ég veit ekki hvernig vélarnar eru með, en ok. Þannig að þessi straumurslag sem er hér, hann er hér líka. Þá vitið tvennt hvort viðnámið hérna. Þið vitið strauminn í gegnum það. Og hvað er mörg ohm. Og sjáu þið spenna, U er jafnt og straumur sinnum viðnám. Og þá bara finnum við spennuna hérna yfir. Sjá. Spennan hérna yfir, U hérna, R1 og hér, UR2, UR1 er jafnt og I sinum R jafnt og í amperum 0,027
ampere sinnum 250 ohm sinnum 250 ohm, einhver spenna, vaff. Og U er 2, sami straumur, I sinnum R, 0,027 ampere, annað viðnám, 400 ohm, 400 ohm og einhver spenna. Þessar spennur samanlagðar, pluss, ef er 18 volt. Spenna hér og spenna hér, ef vera spennapunni ekki aðeins. Ok? Við fáum kannski akkurat af því að ég rúnaði töluna hérna upp. Ef það verður 27, já það vantar, já, ok, já. Þú veist, 0,7, kannski höfum við hana 0,7, þá er þetta hérna, þá er þetta nákvæmara. 27, það er að segja bætum, já. Þetta er bara fínt svona, þetta er bara rúnað. Þetta er bara svona, ampere hérna. Ekki svona við. Herði, 0,027 ampere sinnum 250 er jafnt og 6,75 volt og sami straumur þetta 0,027 sinnum 400 10,8 volt og þetta er allt saman, það næri ekki alveg 18 því að það vantar hérna einn aukastaf, má sjá 10,8 pluss 6,75 17,55 volt. Þegar fullt fyrir þetta. Ég vil alltaf fá að sjá útreikningana. Ekki bara eitthvað svar. Þannig að þegar þið gerir svona heimaverkefni eins og þetta hérna, þá er langt best að reikna þau bara skipulega á blað, taka mynd af þeim og raða þeim bara inn í skjal og senda þeim innuna. Þá er þetta ekkert mál. En þið vegið líka að gera þetta sko á hérna á blaðið sjálft. Þið er bara að peista þessu inn eða gert það bara í ég er að taka hérna upp með annarri myndavél svona. Okkar, eru allir með þetta dæmi hér á hreinu? Við hættum ekki fyrr. Já. Er þetta almennt já? Já, almennt. Ok? Já. Sko málið þannig, sko á næsta ári, þið eru núna líklega, er ekki á fyrsta árun ykkar? Í reynd, já. Já, sko, þeir sem eru að klára annað árið, þeir eiga oft í vandræði með þetta. Þeir eru búin með ráðsæði A, B, reit A og whatever, búin með fullt áfengum. Svo er þeir að spennu við 2 viðnám í raftengingu. Og það bara mynd. Það má ekki gerast. Og svo er annað alveg stæmi á þetta hérna, nema það er hliðtengt. Og það þurfum við að kunna líka, að við erum ekki mikið með þannig rásir í okkar dóti, en það er ekki sem að verða bara alveg að kunna þetta tvennt. Sko, þá tökum við þetta með hérna. Það er spenningjafi og 2 viðnám hliðtengt. Svona. Og þetta er dálítið trikki. Og hérna er ykkur 32 volt hér. Og hér er 68 ohm. Og hér eru 42 ohm. Þessi mynd er ágætt hérna. En þið áttið ykkur á því að það er mikið teiknað hana. Það er að segja að þessi viðnám þau koma hvort öðru ekkert við nema það sem spurt heildarviðnámið. Þá þurfum við að gera hérna 68 sinnum 42 deilt með 68 pluss 42 og fáið heildarviðnámið. Það er flott. En annars er rásin eins og þessi svona. Spennugjafi sem fæðir 2 viðnám hérna og þau koma hvort öðru ekkert við. Spennan hérna í spennugjafan er spennan hér yfir og hún er líka hérna yfir og hvaða straumur er hér kemur þessu straum hérna bara ekkert við. Þetta er alveg sjálfstæðar rásir með einu spennugjafa sem fæðir þar báðar. Þannig að þetta verðið að hérna átt ykkur á
Ekki fara að rugla eitthvað með viðnámið sem kemur hér út og nota það eitthvað svo í leggina hérna. Legginir hér, því að alltaf finna ströyminn hér og ströyminn hér og hvað er mikið upp hérna. Ef hér eru 32 volt hérna, þá eru þau hér líka. Hér eru 32 volt og hér eru 32 volt. Og hérna líka, 32 volt hér og 32 volt hér. Og þetta er sama myndin. Þegar hér sjáu þið að þessir straumleikir hér eru alveg sjálfsagt. Það er að segja að þetta viðnám sé bara það sér ekki þetta hér. Bara svona. Hitt viðnámið, það er bara svona. Ekki fara að flækja þeim saman. Nema þegar við beðum að finna heildarviðnámið. Það gerir þið bara svona. Eða 1 á móti 68 pluss 1 á móti 42. Einhver tala deilt upp í 1, einhver viðnám. Við skulum byrja á þessu að finna þetta heildarviðnámið. Það er bara búið. 68 sinnum 42, einhver tala, deilt með svíinn 68 pluss 42, svíinn lokast jafnt og 25,9 ohm. 25,9 ohm. Er heildarviðnámið. Heildarviðnám. Heildarviðnám. Ok? Sama hérna. 25,9 ohm. Svona. Ok. Svo er spurt, hérna, hver er spennan yfir R1 hérna? Þetta er R1 hérna viðnám. R1 hérna, R2. U-R1 er jafnt og 32 volt. U-R2 jafnt og 32 volt. Samspenna hér og hér og hér. Svo bæðum ströyminn hér niður og ströyminn hér niður. Og nú er það betra að hafa myndina sem vorum á þann til að skilja þetta. Ég bara breyti myndinni. Höfum bara spenningar í miðjunum það. Það er bara hingað. Bara svona og svona. Svona. Svona og svona. Hér eru þetta 2 volt. 68 ohm hérna. 42 ohm hérna. Við höfum að finna ströyminn hérna niður. Hérna IR1 og hér IR2. Straumur resistor nr. 2. Resistor er viðnám. Hérna R1 og R2. Ok? Og það er bara hér straumur. Jafnt og viðnám deilt í spennu. IR1 er jafnt og U-R1, þar sem spennan yfir U-R1, deilt með R1 sjálfum. 32 volt sem er yfir þetta viðnám hérna. Spyrir ekki pækja af, þegar vírinn er heill hérna og hingað, hann er heill hingað, samspenna hér og 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 hér. Deilt með 68 ohm. Einhver straumur. Og hér er annar straumur, af því þetta eru 2 rásir. 1 spenningjafi, en 2 alveg óstildar rásir. Nema við byrjum heildarviðnámið, þá eru það saman, annars er það bara alveg sjálfstæðir. Hérna fáum við eitthvað ampere hérna út. Og straumurinn í R2, spennan yfir R2, deilt með R2 sjálfum, er þá 32 volt saman spenna, og viðnámið var 42 ohm. Og 2 strauma hérna út. Og þetta er jafnt og. Sjá. 32 deilt með 68. 0,47 ampere. 0,47 ampere. Og 32 deilt með 42. 0,76 ampere. Svona. Viðnámið er með stór. Straumur er með misjafn. Sama spenni verður bæði. Þessi rás hérna, alveg sjálfstæð. Þessi rás hér, alveg sjálfstæð. Nema þegar beðið heildarviðnámið eða eru hliðtengd eins og myndi var hérna áðan. Tekna þá. Og svo er beðið straum, hvað hefðist mikið afl í R1. Hve mörg vött eyðast hér, hérna, vött, það er vatnsrýtingurinn
I sinnum U. Þetta er kunnast á þrýðinga. Óslögmáli hérna. Þekkir sem þetta heitir vaff, eitthvað villið eitthvað upp á og vöttin upp á, vöffinur upp á. Ströymurinn undir og svo R-ið hér og spenna hérna. Vött jafnt og ströymur sinnum spenna. Vött jafnt og I sinnum U. Svona. Og þá, þetta var á vött R1 hérna. Ströymurinn er R1 hérna. 0,47 ampere. Þetta jafnt og 0,47 ampere. Svona spennan yfir þetta við hann. 32 volt. Jafnt og 0,47, 32. 15,04 watt. 15,04 watt. Svona. Dagar, þið með það? Já, ég held það, já. Já. Já, sko hliðtengdar rásir, það var bara einn spennugjafi sem fæðir mörg viðnám. Og ef það eru bennur heildarviðnámið, þá verður það að gera svona eða svona til að finna heildarviðnámið. Það er allt í lagi. En þegar kemur að því að bennur að finna spennun yfir þau, samspennu yfir öllum öll, og straumurinn í gegnum þau, það sem að spennu yfir þau öll, og þau eru mjög stór, og þá með fyrir straumur í hverjum legg. Og þá var að reikna það bara út. Bara sér. Og þetta er að valda ykkur endalausu vesinu ofta að raðtengdar rásir, hliðtengdar rásir, finna strauma, finna þetta. En þetta er bara, svona. Þetta, ef þetta er vesen, ef þið ekki náður svo okkar. YouTube listi minn, hérna playlistinn, smellið á OM og það eru 8 stutt vídeó þetta raðtengt og hliðtengt. Skoðið það ef það getur eitthvað hjálpað ykkur.